biskup Íslands, menningarmálaráðherra, kirkjumálaráðherra og aðrir virðulegir gestir. Það mér sönn ánægja að opna dagskrána á þessum fallega degi. Loksins opnum við aðgang að einu glæsilegasta fágætisbókasafni landsins ásamt 40 kjælfarsmálverkum, auk verka eftir þekkstasta listamann okkar eyjamanna Júlíönu Sveinsdóttur. Öll þessi verðmæti hafa of lengi verið óaðgengileg en nú það breytt. Mér finnst eins og ég hef alltaf vita af kjælfarsmálverkum sem Vestmannaeyjabær eignaðist árið 1967. Því ég alin upp í mjög listhneigðu umhverfi foreldra mína sem ráku hér gallerí og fannst það mjög sniðugt að gefa mér iðulega listaverk í afmælis og aðrar hátíðisgjafir, við útskriftir og annað, en á þeim tíma var ég nú ekki alltaf sérstaklega ánægð með þessa gjafir. En ég kunni þeim metur að meta þær eftir því sem ég ætlist. Pabbi, hann endurinnramaði stóran hluta af þessum listaverkum eftir Kjarval og var með þau á verkstæðinu sínu þar sem ég sá þau og fannst mikið til þess koma. Og þegar ég var bæjarstjóri, þá ræddi ég það mjög fljótlega við Kára að ég myndi vilja sjá Kjarvalsverkin gerð aðgengilega. Því við vitum það, öll sem hér eru, að það skiptir okkur máli að við íbúarnir getum notið menningarverðmætanna til þess að kunna meta það. En að hafa tækifæri til þess að útbúa sérstakan sal undir bæði þessi verðmæti og einnig að geta komið listakonun okkar Júlíönu Sveinsdóttur út úr geymslunni að mati mínu það sem gerir þennan fágætissal okkar einstaka. Það ljóst að með tilkomu hans brotið blað í sögulegsmunni. Ný séraðstaða orðin til þar sem heimamenn og gestir munu upplifa og njóta. Starfsmenn Safnahús hafa verið óþreytandi í vinnu eins og þeir best gátu í að byggja upp fágætissalinn og ég veit að þeir munu vera jafn óþreytandi við að kynna þessa menningarperlu sem opnum fárumlega hér á eftir. En ég geri mér fulla grein fyrir þeirri sérstöðu sem Ágúst Einarsson markar með því að gefa öll þessi verðmæti kvaðarlaust Vestmannaeyingum til minningar föður sinn Einar Sigurðsson. Það vandi að taka við slíkum höfðingjagjöfum og það einstaklega gleðilegt að í dag að geta sagt við þig, Ágúst, hafðu heila þökk fyrir einstaka bókagjöf og vertu velkomin að sjá hvernig við höfum búið henni stað hér í Safnahúsinu á eftir. Leið og ég bið þig, Ágúst, að koma hérna til mín og taka næstur til máls, þá langar mér að fá að afhenda þér bæjamerki Vestmannaeyja og örlítinn þakklætisvottorð fyrir hönd Vestmannaeyinga. Þetta stór dagur í dag. Að passa þessi að þú talar. Það gerður svo vel. Þetta ómetanlegt. Takk fyrir. Ágætu gestir. Ég gat þess fyrir 8 árum, árið 2017, þegar ég afhenti bókasafni Vestmannaeyja fyrstu bækurnar, þar á meðal allar 11 útgáfur biblíunnar á íslensku, við athöfn í Einarsstofu í Safnahúsinu og Ágústasafn var fyrst kynnt til sögunnar að bækurnar væru gefnar til Eyja í minningu föður míns Einar Sigurðssonar útgerðarmanns, en hann var hreinræktaður Eyjamann. Gjöf mín var þó ekki vegna hinna mörgu minnisvarða sem að reisti hér í Eyjum og víða land í útgerð og fiskvinnslu
en hann var, sem kunnugt einn af helstu athafnamönnum landsins á sinni tíð. Mín bókargjöf var til minningar þann hug sem pabbi bar til starfsfólks síns og umhyggja hans fyrir menntun þeirra og lestri. Þannig rak hann bókasafn fyrir starfsfólk sitt, lánaði út bækur og var með námskeið til dæmis í tungumálum, þannig að starfsfólkið gat aflað sér frekari menntunar. Þetta var einsdæmi og sýndi að hann var mörgum áratugum á undan sinni samtíð. Pabbi vildi koma öllum til nokkurs þroska eins og Snorri lýsir Erlingi Skjálfssyni í Heimskringlu. Móðir mín, Svava Ágústsdóttir, sagði mér að það væri hægt að taka allt frá mér. Heilsuna, ættingja, peninga og vini. Allt nema menntunin. Menntunin væri það eina sem ég raunverulega ætti. Ég skildi ekki þetta heilræði þá, en það kom og ég hef reynt að miðla því til nemenda mína. Ég hef það frá pabba að líta svo á að bækur séu besta leiðin til velsældar. Pabbi og kynslóð hans, en hann var aldamótamaður, fæddur árið 1906, börðust úr engu nema fátækt og lögðu með störfum sínum í sjávarútvegi grunninn að velmegun Íslendinga nú á tíma. Faðir hans og afi minn, Sigurður Sigurfinnsson, var útvegsbóndi og hreppstjóri í Eyjum, foringi í byggðarlaginu, meðal annars í baráttunni fyrir landhelgin. Hann og fleiri Eyjamenn börðust í bókstaflegri merkingu við erlenda veiðiþjófa. Sigurður afi var einn fyrstur manna hérlendis til að kenna almenningi sund, en það þótti síður en svo sjálfsagt á síðari hluta 19. aldar. Þá var stundum sagt að ekki ætti að læra að synda. Það myndi aðeins lengja dauðastríð. Ég segi nemendum mínum stundum þá sögu að afi minn hafi munað vel eftir því þegar Bandaríkjaforseti var ráðinn að dögum. Flestir þeirra halda að John F. Kennedy sé að ræða. Ó nei, Sigurður afi mundi vel þegar Abraham Lincoln var drepinn, en þá var afi minn á unglingsaldri. Þessari sögu trú ekki allir, en hún er ekki aðeins sönn, heldur sýnir að mikið hefur breyst hjá aðeins 3 kynslóðum hérlendis. Rætur okkar systkinanna eru sterkar hér í Eyjum. Pabbi og mamma bjuggu hér fyrstu árin. Við systkinin vorum 11 talsins og elstu systur mínar eru fæddar í Eyjum. Ég var hérna oft í æsku. Sigurður bróðir bjó hér og setti mark sitt á mark sem enn er munað, en því miður náði hann ekki einu sinni að verða 50 ára. Aftur að bókunum í Ágústasafni. Þær eru ekki úr bókasafni pabba, en það dreifðist eins og oft vill verða, enda lesbókasafn eins og ég kalla það. Í Ágústasafni eru gamlar bækur sem ég hef safnað í áratugi og ég er sérstaklega stoltur af því að hafa komið með til þessar athafnar í dag vögguprent, en það eru bækur sem eru prentaðar fyrir árið 1500. Þær eru ekki margar til hérlendis, en nú er komið vögguprent í bókasafn Vestmannaeyja. Bókin sem er hér og þið sjáið var prentuð í Feneyjum árið 1498 þegar Jón Arason, síðar biskup, var 14 ára. Eða tæpum 130 árum fyrir Tyrkjaránið
1627. Höfundurinn, Albertus Magnus, var dýrlingur katólsku kirkjunnar og einn helsti guðfræðingur hennar. Hann var kennari Tómasar af Aquino og í bókinni meðal annars lýsing Aristótelesar á sköpuninni og náttúru mannsins. Einnig skemmtilegt verkefni að byggja upp sjávarbókasafn í Eyjum, en ég hef lagt margar bækur í það. Í sjávarbókasafninu eiga að vera allar bækur á íslensku sem fjalla sjávarútveg og ekki til betri staður en Vestmannaeyjar til að varðveita slíkt safn sem verður öllum aðgengilegt. Einnig hef ég lagt mig eftir bókum og prentuðu efni Kjarval og tel ég að í Ágústasafni sé nú flest komið saman af prentuðu og árituðu efni sem tengist þeim mikla meistar. Það mér sérstakur heiður og ánægja að rýmið þessa fágætu bækur verður kallað Ágústastofa. Það kallast vel á við Einarsstofu og mörgum ber að þakka, sérstaklega Ara Gísla Bragasyni og Kára Bjarnasyni. Einnig hafa Arnar Sigurmundsson, Elliði Vignisson, Helgi Bernódusson og Íris Róbertsdóttir lagt margt gott til. Þannig hefur gott fólk lagt þessu verkefni lið auk eiginkonu minnar Kolbrúnar Ingólfsdóttur. Takk ykkur fyrir. Kærlega fyrir þetta, Ágúst. Næst ætlar nýskipaður landsbókavörður, Örn Hrafnkelsson, að segja nokkur orðin. Góðir gestir, góða samkoma. Ég vil byrja á því að óska Vestmannaeyingum til hamingju með gjöf Ágústar Einarssonar, bækurnar og hinn glæsilega fágætissal eða stofu sem ég nú ekki séð, en ég veit af lýsingum að dæma hann glæsilegur. Og það að sé opnað á safnadeginum 2025 líka frábært í heimi safna á Íslandi. Þar ekki einungis komnar saman fornar íslenskar bækur, fyrstu útgáfa helstu höfundum Íslands, einnig glæsileg málverk og landabréf. Safnahúsið verður meira fyrir vikið og því ber að fagna á safnadeginum. Söfn eru vitnisburður vilja til að varðveita sögu sína og hlúa að henni. Allir lessalir þar sem heimildur sögu lands og þjóðar eru varðveittar og gerðar aðgengilegar eru ómissandi. Lessalir ekki bara ómissandi fyrir fræðimenn heldur einnig fyrir alla aðra sem annt sögu sína. Sumum kann að tekja þetta hljóma eins og þjóðrembóðskjall, en þetta rétt. Lessalir eru mikilvægir. Annars langar mig að segja og tala út frá minni eigin upplifun að það fátt betra fyrir sálatetrið að sitja inn í lessal, eins og ég veit að þessi fágætisstofa Ágúststofa og að vera umlekin bókum og listaverkum. Þessi staður mun uppfylla notendur andagifti, skriftir og rannsóknir. Prentaðar heimildur sögu lands og þjóðar eru mikilvægar og aðgengi að þeim mikilvægt. Oft sagt, ekki nóg bara að það sé á netinu, ekki alveg svo einfalt. Prentaðar heimildir frá fyrri öldum eru vitnisburður andlegt starf og atorku. Hér komið að því sem nefnist bóksaga, það einmitt þess vegna sem sérsöfn við fágætum íslenskum bókum eru mikilvæg. Þau geyma og varðveita áþreifanlegar heimildir andlega atorku. Það að gestir og gangandi komist í snertingu við bækurnar getur skoðað þær sem gripið og upplifað þá. Það nefnilega svo að hver einasti prentgripur hefur sögu í sjálfum sér. Og það einmitt svo skemmtilegt við það sem við munum sjá að bækurnar eru í upprunalegu bandi. Margar hverjar.
og því ber að fagna að bækurnar eru sýnilegar og það líka komið það sem má segja vísir að því sem kallast má bókminjasafn. Það nefnilega þannig að það ekki allstaðar það sem eru fágætar bækur. Nú ruglaðist ég á línu, það nefnilega þannig að ekki allstaðar eru fágætar bækur. Bækur eru oft í eigum opinberra stofnana og þær eru ekki sýnilegar, en nú höfum við sjá bækurnar. Ef hægt er á bókasafn aðgengileg eins og hér eru gert, þá sigurinn unninn. Hver sá sem vill vinna rannsóknum, honum búin góð vinnuaðstæða. Fornar íslenska bækur, eintök sem eiga sér varðveislusögu og hlúð þeirra að, skipta okkur máli. Ég hef ekki skoðað safnið sérstaklega en eftir samtal mitt við Kára Bjarnason, forstöðumann safnahússins og fyrrum samstarfsmann minn í Landsbókasafni, þá segir hann að hlúð hafi verið að safninu frá upphafi. Upprunalegt band bókanna hefur verið varðveitt ef þess var kostur og einna betri handverksbókbindurum landsins, Sigurþór Sigurðsson, batt margar þeirra inn. Hann er einnig fyrrum starfsmaður Landsbókasafns. Þess má geta að hann vinnur nú að sögu bókbanns á Íslandi og veit að hann hefur rannsakað sögu bókbanns hér í Vestmannaeyjum frá 19. öld og fram til dagsins í dag og komið hér reglulega heimsóknir og skoðað bækur sem hér eru varðveittar. Mér er sagt að hann hafi rannsakað þetta safn ágætra bóka og í þessu safni sé að finna eintök sem skipta máli í hans rannsókn. Það er einmitt þess vegna sem bókasöfn skipta máli. Hver bók er vitnisburður sögur lands og þjóðar og þess andlega og verklega starfs sem var unnið í landinu. Guðsorðabækurnar eru merkilegar. Það sem mér þykir áhugavert og maður sér ekki í öðrum safnum eða hefur ekki tækifæri til er að allar útgefnar íslenskar biblíur eru til sýnis saman á einum stað. Það sem er einnig merkilegt að önnur og þriðja útgáfa á biblíunni, en það er gangi undir heitinum Þorláksbiblía frá 1644 og Steinsbiblía frá 1728, að þær eru báðar í upprunalegu bandi. Að þær séu í upprunalegu bandi, það er bóksaga. Og þess má einnig geta að fyrsta prentubiblíunar, Guðbrandsbiblía, það var 13. tungumálið í Evrópu, þar sem biblían er prentuð í heild sinni á móðurmáli. Að biblían hafi verið þýdd á íslensku svo snemma og að prentun hafi verið prentuð á Íslandi hefur á nokkurs vafa haft áhrif á íslensk tunga það hefur varðveist. Þegar Kári bað mig að koma hingað var það auðsótt. Nú hef ég talað gamla bækur að þeim sé búin góð aðstöða og þær séu gerðar sýnilegar, einnig að notendur búi við góða aðstöðu til að rannsaka. En það er annað merkilegt og má heldur ekki gleymast. Það eru meir en 100 ár síðan prentun hófst hér í Vestmannaeyjum. Ég kynnti mig lauslega prentsmiðjusögu Eyja og hve margir titlar voru prentaðir og hve mikið er varðveitt. Að minnst kosti 11 prentsmiðjur hafa starfað hér og vonandi hef ég rétt fyrir mér. Svo fyrsta var prentsmiðja Vestmannaeyja sem starfaði á árabilinu 1917 til 1924. Og það sem er frekar forvitnilegt ef maður lítur yfir prentsmiðjusöguna að það var basl fyrstu áratugina. Einn stofnar, fer á hausinn, annar kaupir, þá selur og síðan fer aftur á hausinn. En það sem er merkilegt og áhugavert er prentsmiðjan Eyrún sett á fót 1944. Að þá saminuðust flestir stjórnmálaflokkar að setja eina prentsmiðju á fót svo þau getur prentað málsköpni. Hún fór undir hraun í gosinu en var endurreist í smekkari mynd árið eftir í nýju húsnæði og þið þekkið þetta nú betur en ég. Lausleg talning í bókfræðigrunnum sem öll söfn skrá sína bækur í, þá eru það 10 bóka sem voru prentaðir, eða 100 sem voru prentaðir í Vestmannaeyjum. Og þá er ýmislegt dæguprent, ótalið, jarðafaraprent, auglýsingar og svoleiðis. Fróðleikshúsum er bent á grein Jóhanns Gunnars Ólafssonar prentsmiður og prent í Vestmannaeyjum sem kom út ára 1976. Og þá telst mér til að 110 blöð og tímarit hafi verið gefin út í Vestmannaeyjum
fram til ársins 1970 og í Landsbókasafninu erum við búin að mynda 51 þeirra og birta á tímarit.is, en það er á nægu að taka. Ég segi þetta vegna þess að í þessu ágæta safni sem hingað er verið að afhenda er margt prent sem áttur að koma til notenda á netið eins og tímarit og bækur.is. Það er það sem við hefum gert, Landsbókasafn og Safnahúsið. Ef okkur vantar bækur í Landsbókasafni þá höfum við leitað til safna út á landi. Ári og hans starfsfólk hefur verið mjög duglegt við að lána okkur bækur og tímarit sem við vantar. Bara svona til að segja hvað er mikilvægt að það halda söfn heima í Eyraði, ekki bara í Reykjavík og í Landsbókasafni og hvetja til samstarf og vinna með öðru. En þá er komið að loka orðum hjá mér. Samstarfið milli Landsbókasafns og Safnahússins hófst fyrir nokkrum árum þegar við byrjuðum að mynda fréttir sem byrjuðu að koma út 73 og urðu svo Eyjafréttir. Og þar voru líka útgefundur með í ráðum. Og svo hefur við smásánlega verið að bæta við fleiri titlum af efni sem er gefið út hér í Eyjum. Og eins og ég sagði, það er gert með samstarfi við bókasafnið hér. Og það er einmitt þetta samstarf sem þarf að rækta enn frekar. Sumt af fágætisbókunum þarf að mynda og gera aðgengilegar, einnig þarf að mynda áfram blöðin og tímarit sem hér voru gefin út og það væri jafnframt spennandi að mynda annað efni en blöð og tímarit sem voru gefin hér út í Eyjum. Úrval og birta hjá jafnvel á vefslóðinni eins og Heimaslóð sem ég kannast lauslega við. Og þá langar mig að minna á og undirbúningur er eflaust hafinn að árið 2027 verða 400 ár liðin frá Tyrkjaárinu og það þarf að gera heimildur viðburðin aðgengilegur. Handrit, skjöl, myndir, útvarps- og sjónvarpsefni og gera þetta aðgengilegt fyrir alla aldurshópa og notendur. Og þá er það samstarf og samvinna milli safna og milli lands og eyja sem skiptir máli. Að lokum vil ég þakka fyrir mig og óska ykkur innilega til hamingju við fágætis Ágústarstofu þar sem hinnar fágætu bækur eru og málverkin og landabréf. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir og síðust en ekki síst hér í dagskráni hérna í þessum sal hjá okkur, svo ætlum við að ganga saman hérna út á eftir, er biskup Íslands, frú Guðrún Karls Helgudóttir og hún ætlar að ræða kannski sérstaklega þessa stórmerkilegu biblíusýningu sem er partur af safninu. Kæri vinir, ráðherrar, bæjarstjóri, góði gestir. Það er heiður að fá að vera stödd hér einmitt í dag við þetta tilefni á íslenska safnadeginum og hinum alþjóðlega. Og ég vil byrja á því að þakka þér, Ágúst Einarsson, fyrir að gefanda Biblíu og fágætisbókasafnsins fyrir rausnarsemi, hugsjón og elju. Og ég vil þakka Kára Bjarnasyni, forstöðumann Safnhúss. Hvað ertu? Kári minn. Jæja, nei, allt í lagi, ég bara veit að hann sé hérna. Fyrir að bjóða mér að taka þátt og bæjarstjórn og prestum og öðrum. En markmið íslenska safnadagsins, jafnt og þeim alþjóðlega, er ávallt að kynna og efla safnastarf í heiminum og það er svo sannarlega eiga sér stað hér í Vestmannaeyjum í dag með opnun þessa merka safns. Með opnun sýningarinnar hér á öllum 11 útgáfum Biblíunnar er loksins komin ein sýning sem rekur sig og sýnir í skipulegri útgáfuröð sögu Biblíunnar á íslensku frá því hún var fyrst prentuð árið 1584 og til 2007 er svo nýjasta kom út. Í mínum huga er opnun þessa fágætisafns stór viðburður. Þar sem lykilrit kristninnar hefur verið fundinn fastur staður ásamt meginþorra
merkustu bóka sem útkomu á Íslandi á 16., 17. og 18. öld ásamt ýmsu öðru fágæti. Með þessu enn einn aðgangur fólks að Biblíunni og öðrum trúarritum opnaður. Og hvað á betur við en að bjóða fólki að varðveita heilstætt safn allra biblíuútgáfa á Íslandi en einmitt hér í Vestmannaeyjum, þar sem biblíuvers stendur hér í miðjum bænum í augsýn allra. Ég lifi og þér munu lifa. Ritað á sálnahlið Kirkjugarðs Vestmannaeyja eins og við vitum öll. Þetta sálnahlið öllum sýnilegt í miðjum bænum, auk þess sem þetta mun vera eitt þekktasta, ef ekki hið þekktasta sálnahlið veraldar, þar sem myndir af hliðinu og þá biblíuversinu fórum allan heim þegar gaus hér í Eyjum. Fólk þarf að vera ansi ungt til að hafa ekki séð myndina af hvíta sálnahliðinu standa upp úr kolsvartri öskunni með eldfjalli spúandi að baki. Og þar stóð þessi frelsandi boðskapur Jesú Krists: ég lifi og þér munu lifa, í bæ sem hefur upplifað raunverulega uppreisn. Biblíuþýðingar eiga sér langa sögu. Gamla testamentið var fyrst ritað á grísku af gyðingum og í kjölfarið fylgdu svo þýðingar á fleiri tungumálum á fyrstu öldum kristninnar á meðan hún átti enn í vök að verjast og boðendur máttu sæta ofsóknum. Það var mikil gæfa Íslendinga eins og komið inn á hér áðan hversu snemma við fengum biblíuna á eigin tungu og hefur það einmitt að mati margs fræðifólks skipt sköpun varðveislu tungumálsins okkar. Hlutar Gamla testamentisins höfðu þegar verið þýddir á íslensku á 13. öld, en það var síðan Oddur Gottskálksson sem þýddi Nýja testamentið á íslensku út í fjósi í Skálholti. Það gekk við. Það var síðan prentað í Hróarskeldu árið 1540 og það athyglisvert að fyrsta þýðing Nýja testamentisins hafi verið unnin í gripahúsi, samskonar stað og frelsarinn fæddist af. Merkustu viðburðirnir eiga sér ekki ávallt stað í höllum og háhýsum, eins og Gunnlaugur A. Jónsson, prófessor emeritus í Gamla testamentisfræðum, hafði eitt sinn að orði þetta. Þrátt fyrir að hér hafi ekki verið að ræða prentun á biblíunni í heild sinni, þá vert að nefna þessa þýðingu Odds hér í dag, þar sem þetta var fyrsta bókin sem prentuð var á íslensku og mun vera, eins og komið var inn á áðan, 13. tungumálið sem Nýja testamenti var þýtt á frá því prentlistinn kom til sögunar. Í kjölfarið fylgdi svo Guðbrands biblía árið 1584 sem Guðbrandur Þorláksson, biskup á Hólum, var í forsvari fyrir og þýddi sjálfur að hluta til. Og þar með var biblían öll komin út á íslensku. Biblían í dag Biblían í dag mest selda bók veraldar. Og ekki nokkur leið að þræta fyrir þau gríðarlegu áhrif sem hún hefur haft á trú og menningu Íslendinga. Auk trúarlega áhrifa ber að nefna áhrif hennar á bókmyndir, jafnt skáldskap sem kveðskap, myndlist, tónlist, kvikmyndir, meira að segja löggjöf, svo eitthvað sé hent. Þá hún uppspretta huggunar og sorgarstund og innblástur og gleðistund. En fyrst og fremst biblían safn bóka sem fjalla samband manneskjunnar við guðdóminn, við sjálfan sig og við náungann. Hún svo fjölbreytt og margbreytileg að þegar hún kemur í raun inn á allt sem fylgir því að vera manneskja í breyskum heimi og hún á jafnvel við í dag og árið 1584 hún kom fyrst út í heild sinni á íslensku. Og einmitt vegna
Og einmitt þess vegna er þessi opnun hér í dag svo mikilvæg. Hér gefst okkur kostur á að skoða hverja einustu útgáfu Biblíunnar og við höfum öll aðgang að henni. Það er ákaflega mikilvægt að Biblían sé öllum aðgengileg og í dag er hana að finna á vefsíðum, í öppum og hljóðbók og prentari útgáfu. Auk allra þeirra bóka, tónverka, kvikmynda, sjónvarpsþátta og alls annars sem innblásið er af orði Guðs eins og það er að finna í heilagri ritningu. Innilega til hamingju Vestmannaeyjabær, Vestmannaeyingar, já og Íslendingar allir með þetta safn, þessi biblíusýningu og takk fyrir að auka aðgengi okkar að heilagri ritningu. Ég lifi og þér munu lifa er í mínum huga yfirskrift Vestmannaeyja og ég get vart ímyndað mér vonaríkari orð en þessi sem valin voru á sálnarhliðið hér í Vestmannaeyjum. Og ég hvet okkur öll til þess að taka þetta dýrmæta biblíuvers með okkur héðan í dag. Guð blessi safnið Vestmannaeyjar og öll þau sem hér búa og starfa. Takk fyrir. Kærlega fyrir, mann kemst aðeins við eftir þetta og við sannarlega tökum þetta vess með okkur en það er stór hluti á okkur hér. En nú er þeim parti sem er hér í húsinu, nú er honum lokið og ég ætla að biðja ykkur öll að ganga með okkur eftir smástund yfir í Ágústastofu sem er hérna hinum megin og þá ætlar menningarmálaráðherra Logi Einarsson að opna Ágústastofu formlega og svo mun biskup Íslands og Þorbjörg dómsmálaráðherra munu opna biblíusýninguna. Hún verður opnuð sérstaklega. En eins og hér þá bara þröngt með að sáttu sitja og við bara gerum okkur á góðu að standa þétt og hugsa fallega til hvers annars þegar við komum yfir. En nú skulum við bara lappa, þetta er svolítið svona táknrænt að lappa saman hérna yfir og opna sýninguna yfir í Ágústastofu. Takk fyrir þennan.